sé ekki bara einn dagur en það er spáð heimsenda á morgun. Spáð heimsenda er einhverju mæjar sem að voru með dagatal sem að endara á morgun. Ég held að þetta sé nú ekkert síðasti dagurinn okkar ef ég var alveg reynskilinn. Það er 50 dagur klukkan orðin 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan 50 daginn og hann er mættur hingað eftir 3 vikna frí. The big boy on campus, skólastrákurinn búinn í prófum, Hjörvar Hafliðason, verður velkominn. Takk fyrir það. Ég er búinn að sakna þinn. Já, ég hef líka saknað þinn. Ég er búinn að sakna þinn meira en ég held ég myndi sakna þinn, ég viðurkenna. Sko, við þurftum náttúrulega á smá frí að halda þarna eftir að þú strunsaðir út hérna í góðulagakeppninu og sagðir og hataði mig og sagði mér að hoppi raskat á mig, sko. Herðu, síðasta góðulagakeppni fór 5-0 fyrir mér. Já, en þú varst orðin heldur tensi í þessari keppni. Ég var rúllaður upp viku eftir viku. Það eina skiptið sem ég orðið reiður hérna þess að þætti með þér, þá þurfum að spyrja þér að nota sko harmleik þér til aðstofar að fá atkvæði. Nei, ég var ekki því. Þú varst playing hardball. Þú varst að tala um heimsendi. Já. Engar áhyggjur. Nú. 21. desember er komin í Nýja-Sjálandi. Ó, góð punktur. Og það er allt í lagi. Var allt í standi þar? Það er allt í standi. Ég hringdi hana rétt á hann. Já. Við ættum kannski að bjalla á hann eftir og tjekka á þeim. Það er þetta góða punktur. Hvort það sé allt svona með kjörum. Já, og hvort það sjáu fram á, hvort það sé bara heiðskýrt og svona, skilurðu. Já, ég er að segja það, hvort það sé eitthvað svona eldgleipingar í loftinu eða eitthvað. Já, ég er reyndar verið að viðurkenna, ég er mjög gaman að eins og á Vísi, þá er þetta að lesa svona ný greinar inni, það sem þú getur lesið hvernig heimsendir gætu orðið og það er verið að sína svona myndir af jörðinni springa og svona, þetta er svolítið flott að sjá þetta, ekki það ég vilja upplifa þetta, en ég hef einhvern svona áhuga að lesa þetta. Já, ég meina, þú veist, það kemur að heimsenda í daginn, eða ekki? Jó, svo segja þér. Svo segja, og það kemur ekki á loftsteinjan og rekst á okkur. Já, það er samt litla líkur að þið stóð. Ok, good shit. Sem betur fer. En nú ætla ég bara að spyrja það sem að þjóðin vil vita, hvernig gekk í prófum hér? Gríðarlega vel. Er það ekki? Ertu búin að fá úr öllu? Já, þetta er allt safe. Ég þarf ekki að taka neitt upp og allt í orður. Ekkert fall? Ekkert fall, sko. Gott að heyra. Hvað er að frétta þér? Ertu búin að kaupa hann hund sem við ætlum að kaupa? Nei, ég hef ekkert getað að keypt hundi. Þú ætlar að hjálpa mér að velja hann. Hvernig átti ég að fá mér hund þegar þú ert ekki búin að vera hérna? Er búin eitthvað ákveð hvernig hund þú ætlar að fá þér? Bara einhvern hund eða? Já, svona, ég vil hafa hann svona meðalháan. Ég vil ekki eitthvað svona chihuahua og ekki eitthvað risastóran, sko. Þú veist, þú vilt ekki of lítinn og ekki of stóran. Já, það er akkurat rétt. Við erum með flottan þátt í dag, handa ykkur kæru hlustendur og ber þar hæst að flottiðakeppnin, hún er á sínum stað. Við ætlum að fara í Enginn segir. Hjörvar Hafliðason sem er snillingu þegar kemur að jólagjöfum, hann ætlar aðstoða bæði kvenfólk og kallmenn hann úti að velja jólagjöf. Það eru margir á síðasta snúning með það. Allt og margir, ég skil ekki svona fólk. Nei, og Hjörvar, þetta er virkilega taugaður á Hjörvar og hann ætlar aðstoða ykkur. Auðvitað gera það. Finnst þið rosalega leiðilegt að heyra þegar fólk er á síðasta snúning með það? Allt og margir vera með allt á síðasta snúning. Já. Ég meina, ég var að fara taugum þegar ég átti eftir að baka 2 sortir fyrir fyrstu helgin í desember. Já, þú ert búinn að kaupa allt og baka allt. Já, ég kaupi yfirleitt flest svona í október, nóvember. Ég nenni ekki stressi. Nei, en hvað átt þú eftir að gera á það fyrir jólinn persónulega? Ég náttúrulega er með svolítið hjátrúfallu, ég baða mig ekki síðustu 2 vikur fyrir jól. Þannig ég baða mig ekki fyrir á aðfangadagsmorgun. Já, það er svona það helsta sem er eftir. Það verður gott fyrir okkur öll, sem betur fyrir. Ertu búin að finna lyktina mér í dag? Nei, ég er nú ekki búin að vera það nálægt þér, en þetta er skemmtileg hjátrú hér. Já, mér finnst einhvern veginn vera hluta á jólunum að baða sig á. Það styttist nú í gamla góða gríni, herri, ég hef ekki farið í sturtustinn í fyrra. Það fyrir alltaf dætt inn núna. Nei, það er alltaf góðu brandari. Það er klassískt og svo ætlum við líka að velja mann ársins. Við völdum mann ársins í fyrra, við og hlustendur, þetta er undir ykkur komið, kæru hlustendur. Þeir ringið inn hér seinna í þættinum og hjálpaðu okkur að velja mann ársins. Í fyrra var það Múkesson. Og hann er búin að láta svona nokkuð lítið fyrir sig fara þessu ári. Já, það er mjög ólíklegt að hann taki back to back hérna hjá okkur strákunum, orðið hann þannig. Manstu eftir laginu sem í fyrra? Stingum af. Já, leiðu honum að syngja það bara. En það er maður ársins, þið hjálpaðu okkur með það og svo ætlum við í Enginn segir. Þannig að það er að gera að senda okkur inn á Twitter, senda inn á Twitterin eða erum eitthvað gott í Enginn segir og er líka inn á Facebookið okkar og svo ætlum við að hjálpa til við leita og strókafanga hér á eftir, komum betur að því hér eftir örskama stund. En hérna er uppáhalds í jólalagið mitt og Hjöbi. Nei, þetta er ekki uppáhalds jólalag, nei. Þetta er alvöru. Nei, þetta er ekki nógu gott. Baby please come home, maður. Gott að heimastinn. Lala. Við förum í slúðrið, Hjörvar, eftir 3 vikna frí. Ertu skrítið að vera komin aftur? Ertu stressaður? Nei, þetta er bara... Það er bara eins og ég hef ekki farið í frí. Þetta er bara eins og að hjóla? Já, þetta er eins og að hjóla að vera út á bí. Já, gott að heyra. Ég sé líka út afslappaðar og tilbúin í þetta. Segðu. En hvernig lítur á að fara í smá slúður hérna?
Jó, ég minnist gríðarlega vel á það. Ekki? Jó. Ég ætla að byrja slúðupakkan á risafrétt en Simon Cowell, hann var að viðurkenna núna í viðtali að hann og Carmen Electra eru par. Já. Þau eru byrjuð saman og hann segir að þau séu búin að vera að deyta núna í nokkra vikur en hann hafði ekkert vilja að viðurkenna þetta. Carmen Electra er 40 ára og Simon Cowell er 52, þannig að það eru 12 ár hann á milli þeirra. En hann var nýbúinn að segja í viðtali að þau væri ekki par, en þau eru núna ákveðið að opna sig svona rétt fyrir jólin og viðurkenna það að þau eru að heitast og eru kærustupar, Simon Cowell og Carmen Electra. Já. Hún hefur nú átt skrítnari kærastæði gegnum tíðina svo sem Carmen Electra, hún var með Dennis Rodman á sínum tíma. Er Simon Cowell eitthvað skrítinn eða? Nei, alls ekki, mér finnst þetta bara svona pínu skrítið par. Já. Kannski ekki. Nei. En allavega Dennis Rodman er skrítinn. Hann er mjög sérstakum maður. Svo var hún líka með Dave Navarro, sem var í Red Hot Chili Peppers, og var einmitt með Magnificent í þáttunum þarna. Hann var með Gilby Clarke líka í þeim þáttum. Já, þú ert gríðarlega Gilby Clarke maður, ekki? Ég er einn harðasti Gilby Clarke maður í heiminum. Það er reyndar með því bara fyndnara sem ég séð og maður átt að fá eitthvað svona gæsa og það var þegar Dave Navarro satt þarna í þessum þáttum, Rockstar Supernova, og það var, manstu, í þættinum, þá gafstu fengið að draga eitthvað lag og ef þú velur þetta lag óvænt, Gilby Clarke spilar á gítar í þessu lagi og svo gerðist það eitthvað tíma og það var eitthvað lag og Gilby Clarke átti að vera í gítarnum en það var enginn að velja það lag, völdu allir eitthvað, ætla að taka þetta og þetta og þetta svo satt Dave Navarro og það var nýbúinn að horfa á klippuna. Is this really happening? You guys got the chance to play here with Gilby Clarke and you're not fighting about it? Hann var ekki að trúa í að það vildi ekki. Nei, ég trúði ekki heldur. Taka lagið með Gilby Clarke. Þú náttúrulega spilar ekki á gítar. Nei, ekki þú heldur. Þú veist ekki alveg hvað Gilby Clarke getur. Ég er gríðarlega Guns N' Roses aðdáandi. Ég meina, þú veist þegar Guns N' Roses voru á Queen tribute-sjónu á Wembley og Gilby Clarke og Slash tóku þarna. Gilby Clarke er samt ekki upprunalega King Gilby Clarke. Gítarleikarn í Guns, sko. En fyrir okkur sem að spilum á gítar, við höfum hrikalega gaman á Gilby Clarke. Spilar ekki á gítar fyrir, sko, fimmur. En þetta er nýjasta parið, Simon Cowell og Carmen Electra. Ég meitt. Most stylish family in the world. Best klædda og flottasta fjölskylda heims var valin. Það er Beckhams. It's the Beckhams. Já, það kemur engum orð. Ég var einmitt að segja frá því þættinum í gær að sonur hans er orðinn andli, hann er 10 ára þarna Cruz og hann er orðinn andlit Burberry for kids. Okay. 10 ára gamall. Spáðu hvað þægilegt fyrir svona krakka bara að labba inn í svona. Já. Hann byrjar að vinna fyrir sig 10 ára. Þú veist, ég var ekki að fara að auglýsa Burberry þegar ég var 10 ára. En það er pabbi minn, ekki David Beckham. Nei. Hvað segir þau? Nei. En já, þau voru valin flottasta fjölskyldan þegar kemur að fötum. Stylish. Takk fyrir þetta slúður, Hjörvar. Ekki málið. Svo er það Eva Longoria. Hún er víst að deyta þessa dagana en það er mikið leyndamál því að það er Antonio Villaraigosa sem er borgarstjóri Los Angeles. Þau sáist víst laumast inn í bíó en daginn til þess að fóra að sjá myndina stendur Lincoln Abraham Lincoln en þau hafa ekki farið sem sagt, það er ekki opinberlega saman en þau eru víst svona nýjasta parið að núti. Þannig að Eva Longoria, hún er byrjuð með borgarstjóranum í Los Angeles. Frábært. Já, það er öllum drullu saman svo sem. Og svo er í lokin þá er slúður sem að mér finnst mjög skemmtilegt en þetta er kannski ekki frægasta manneskjan sem hefur verið í slúðupakka FM 95 blöð. Nei. En þetta er engu að síður rándi slúður fyrst mér. Leikarinn Brandon Pelletier sem leikur Werewolfinn Jared í Twilight. Okay. Hann er sem sagt með stórt hlutverk í Twilight myndunum. Það hafa verið að handtaka hann núna á flugvellinum í Los Angeles eftir hann ákvaða míga við boardinggateið. Og hann var ofurölvi, nefndi ekki að fara að klósa þetta og svo stutt í að vélina var að fara hann tók hann bara út og meig á teppið þar sem hann borðar vélina. Þetta er lélegt, ég hef séð menn gera þetta á skemmtistöðum. Sko lélegt er að mæta og seint í vélina hér og þetta er ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt, ég er sammála. Ég hef séð menn gera þetta í Íslandi. Að pissa á teppi? Ekki, nei, á bari. Já, það er ógeðslegt líka. Það er viðbjóðslegt. Hvað er verra heldur en að taka út þessi titlingin og míga eitthvað staðar á almannafæri? Ég er alveg sammálaður þarna. Já, þannig að hann er á leiðin í fangilsi, hann Brandon Pelletier. Ef þú vilt fara í fangilsi, þú vilt gera fyrir eitthvað annað en þetta, sko. Já, hann var míð á geitið hjá flugvölinni. Það er ekki alveg það besta, líka bara, hvernig útskýrðu það fyrir fjölskyldinu svona rétt fyrir jólun? Henni var að vera að handtaka ástu mín. Já, hvað varst það að gera? Ég var að míga á boardinggateið hérna þegar ég fór í vélina. Það var í góðum feeling, sko. Já, hann var búinn að fá sér aðeins, kallinn. En þetta gæti orðið þess að, Brandon Pelletier verði aldrei stórstjarna. En ertu ekki með, eitthvað séð og heyrslúður, eða? Nei, ég er ekki með the newest copy. Ok, ég held ég viti hvað er samt framan á. Er ekki, Aron Pálmarsson framan á? Nú?
gulldrengurinn okkar, gengin út. Já, herðu. Við þurfum að ringi í hann. Sko, veistu hvað, ég held að þetta var þýsk kona sem hún var að byrja með. Já. Hún heitir eitthvað Rita Stevens. Já, Rita Stevens eitthvað. Og ég var bara svona, já, Rita Stevens. Það var bara svona 20 þýsk stelpa. Já. Þá var þetta bara einhver íslíkur. Já, þetta íslensk stelpa, sko. Við þurfum að ringi í hann. Rita Stevens. Ég var svo pottjadrót að vera þjóðveri. Þetta getur líka verið, sko, hún getur líka verið bandarísk. Rita Stevens. Þetta er ekki íslíkur. Hún getur leikið sem er þetta, hún getur farið hvert sem er. En til hann ekki með þetta, Rita Stevens og Adam Blondell. Átsjum Blondell. Það kan segja þetta þýsku. Jólasveinin í þínum vinahóp. Nú gefst þér tækifæri til að bregða þér í hlutverk Jólasveinsins. Farðu núna inn á heimasíðu FM 957 og skráðu vin þinn eða vinkonu. Ef við hringum síðan í þann sem þú skráðir, verður viðkomandi að segja hvaða jólasveit það var sem skráði viðkomandi í leikinn. Þátttakendur fá 3 tilraunir til að giska og ef hann eða hún giskar rétt, fær sá hinn sami kassa af jólagull. Skráðu þig og vin þinn eða vinkonu strax á heimasíðu FM 957 og hver veit nema þú getur glatt vin þinn eða vinkonu því það er svo gaman að gleðja aðra. FM 957 og jólagull í gylltum jólafíling. Hamborgarafabrikan á morgun, föstudag. Hinn óviðjafnalegi Jón Jónsson bindur endanútin á jólahádegistónleika Fabrikunar árið 2012. Bókaðu borð í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn. Í Smáralind er glimrandi jólastemning. Allar verslanir fullar af jólavörum, næg bílastæði, góðir veitingastæðir og afþreying við allra hæfi. Sjáumst, Smáralind. Ertu búinn að kveikja á jólaljósið Tals? Við bjóðum þér aðgang að ljósleiðaranum á jólalegu verði. Ljósið, ljósið, allstaðar. Tal. Svona á samband að vera. Hvernig væri að panta sem pizzuna Rocky 1 á Wilsons með barbecue, salsa blandaðar í pizzasósu, pepperoni, bacon, ananas og sveppum á aðeins 1390 krónur. Það er jólagleðin á Wilsons. Sími 581-1515. Jólasveinar all land athugið. Þægu börnin verðskuld eitthvað gott í skóinn. Rendu við á N1 og bjargaðu málunum. N1. Meiri jól í leiðinni. Deildu minningum jólin með iPad eins og minningum hefur aldrei verið deilt. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Í jólapakkan, North Face McMurdo úlpan, leiðtogi á sínu sviði. Úrvalið er í útilíf. Hó, 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 höfum jólin skemmtileg í ár. Tölvuleikir og meiri tölvuleikir. Geimstöðin Kringlunni. Jólagjörð dýrana færðu í Dýrabæ, í Smáralind, Kringlu og Krossmóa Reykjanesbæ. Kalkút, konfekt, kræsingar og kostakjör jólin. Í Netto. Erum að taka upp meiri háttar Outfitters Nation jólasendingu. Outfitters Nation, Kringlunni. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það er rétt að hlusta hér á FM 95 blöð. Auðun Blöndal og frægasti skólastrákur landsins Hjörvar Hafliðarsson hérna með ykkur á FM 95. Grjót aftur. Og við verðum hérna til 6 í dag, félagarnir. Í miklu stuði við ætlum að fá ykkar hjálp á eftir að velja mann ársins og með þess að Múkisson fekk flott velunni okkur fyrra. Kom og tók við, fór út að borða á Sushi Samba og þannig að þetta er mikils að vinna fyrir hann sem verður valinn maður ársins. Þannig að menni að fara að hringi í vinni sinna og byggja að velja sem mann ársins, sko. Já, hlustandur FM 95 blöð. Við ætlum líka að fara hér í Enginn segir, þannig að það er að gera, senda okkur eitthvað skemmtilegt ef að þið eigið eitthvað gott og sturla staðreyndir og flottilega keppnin. Þannig að það er nóg að vera hjá okkur. Já, nóg að vera maður. Jónssoni halda vorum að gera gott, þetta er fínt lag hjá
Frikador. Já, út á heimsenda? Já, mér finnst það flottast að læra plötunars. Ég kaupi samt ekki alveg þessi bræðu tveir er að skrifa einhverjar ástarsorgir og eitthvað svona, syngjum þetta. Já. Því þetta báði gæjar sem byrja með einhverjum stelpum 15 ára og eru búin að vera með þeim öllum göttum síðan, sko. Já, þeir þekki ekki góða ástarsorg. Ég segi það, þú veist, mér finnst þess að allt besta efni sem að þú hefur samið, hefur þú samið ástarsorg. Textin á laginu, Án þín og Alcohol makes it all okay. Booze helps me forget og textin þegar ég maður varst langt niðri drink till I die. Það skólastrákurinn að rugla núna. Nei, ég að segja, þú veist, þú skrifar alla bestu í textanina í verulegri ástarsorg. Já, og þessi bræður þekkja það ekki neitt, sko. Nei, þessi drengir hafa aldrei verið að labba í fjörunni vel þunglindir, þunnir að kasta steinum út í sjó, sko. Já, þeir þekki ekki the pain, en samt eru þeir að syngjum the pain. Já, enda, þú finnur alveg að, þú veist, eins og lögin hjá Jóni Jónssoni, þessi jolly lög, you, eitthvað, we. Já, en samt sum lögin fullleika eitthvað. Já, en þá finnur það genuine. Þú finnur það genuine þegar hann að syngja það. Hann veit hvað það er, gleði. Já, gleði. Og allt gengur upp einhvern veginn. En hann veit ekkert sko eins og við þekkjum. Nei, ég meina, Jón Jónsson og Frikki Dór, þeir veit ekkert hvernig það er gangið gegnum það. Foreldrin er að skilja og þú ert að flytja suður allt í unum með Hyundai Coupe og alla búslóðina, sko. Já, ég er að segja það og þú veist, þeir eru búin að vera með vindi í baki alla ævi. Þú ert búin að vera með það mikið rók á þig að þú mistir hárið. Þú veist, það er ekki margir sem hann búið að blása svo rosalega á blöðmálinn. Hann er hárlaus. Og mér finnst bara langt bestu textarnir þínir eins og I still miss you girl sem hún skrifaði hérna fyrir einhverjum nokkrum ára síðan. I still miss you girl, já. Þú veist, þetta eru alvöru textar. Hjörvar, ég hef samið 2 textaðið minni eða 3. Það var Án þín, Sjómle og FM 95 blöðlag. Nei, já, FM 95 blöðlag er þetta, með textan. En ég er að segja, þú veist, þeir þurfa annarkur þeirra, þurfa að henda sér. Hefði þeir ekki gott að þið? Lendi smá sorg, ekki sorg, ég vil það ekki upp á neitt, en svona smá vesinn í sambandi kannski. Já, þú veist, þeir eru búin að vera með allt og mikið vind í bækið. Já, þeir hafa það eiginlega of gott. Þeir hafa of gott. En svo, veist, hvernig heldur það jólabúðin hjá fjölskyldunni séu? Já. Þeir bara rífi gítarinn, allir bara ammar og afurugla bara hlaupandi í kringu þá, því líkt brosandi. Ég seldi 20.000 kapís af minni plötu, ég er bara 15.000. Hlæja, halda þetta okkur 5.000 skollum, þú veist. Jón Jónsson á hellingaseðlum, hann var sínt heima frá hún daginn, sko. Já. Hann ekkert nefn að seðla, sko. Það var, ég sá Simma og Jón Jónsson inn á ganginum. Þá kom bara fyrsta sem Simmi sagði við Jón Jónsson. Þú ætlar ég ánæði með finnsku ljósakrónunar hér. Ég bara, eru 2 menn sem eru með of mikið. Sjáðu, sko, hann er á Monitor. Já. Það er 900 kall á mánuði. Það er tónlistinn. Það er milla á mánuði. Það er svona 1,5-2 á mánuði. Hann er með þarna kaupþingsnámskeið. Já, einhvern að taka það. Það er svona hálfkúl 800 kall á mánuði. Já. Gæði að raka inn, skellir hlæjandi, búin að vera með sömu stelpunum frá 15 ára, alltaf gengið vel. Íslandsmeistari í fótbolta. Já, hún að verða tannlæknir. Já. Ég geti óskað þess að ég væri að fæða sem barnið þeirra. Ég er ekki að grínast, ég verði til að vera krakkið þeirra maður. En samt sko, en aldrei reyndi í ástarsorg. Nei. Hefur enga rétt á að syngjum ástarsorg. Hann á að hringi þig, eða mig eða einhvern. Sem að þekkir þetta. Hann á að ringi mig eða þig þegar hann ætlar að semja svona lag, menn sem hafa upplifað pain í lífinu. Já, pain. Og það er vera með storminn í andliti. Og þú ert aldrei af sterkur og þegar þú stendur upp eftir gott röddök. Ég er að segja það, it's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and keep going forward. Hár rétt hjá Hjörus. Það er bara þannig. Við skulum hætta þessu væli og fá eitt hressandi hvítir skór hér með Blastur Okka og Ásgeir Trausta. Blastur Okka og Ásgeir Trausti, virkilega skemmtilegt lag þarna á ferð. Ég sitt einn í stúdíónu núna, hann Hjörvar Hafliðarsson, hann er stokkinn út og það er ekki ástæðulausu, það er strókufangi on the loose hér á Íslandi og Hjörvar fattaði það allt í henni hér á hann í stúdíónu, hann getur nú hjálpa til við þessa leit, segist vera með einhverja reynslu og ég þekki þetta nú ekkert allt og vel en ég ætla bara að ringja henni í hann, hann á að vera komin á stúfana og er að leita að strókufangunum, hann er að aðstofa lögguna. Það ringja henni í hjöpana hans. Hjörvar. Herðu það, Hjörvar Hafliðarsson, sæll og blessaður. Blessaður og sæll. Herðu, nú ert þú að hjálpa til í leitinni að honum Mattiasi. Já, Mattiasi Mána. Segðu mig, Hjörvar, hvaða reynslu hefur þú sjálfur af þessu öllu saman? Ég var náttúrulega í björgunarsveitinni í Svíþjóð meðan ég var þar sem skiptinumi. Já. Og hef nálgast mörg svona sérverkefni fyrir lögregluna hér á Íslandi. Þetta er ekki þín fyrsta leit, Hjörvar?
Nei, ég hef leitað áður af mönnum og oftar en ekki hefur það verið ég sem hef fundið menna. Glæsilegt. Bíddu, herri, ég hérna mættur hérna í Hlíðunum. Ertu í Hlíðunum? Hér stór svartur sendibíl, bíddu aðeins. Er hann á ferði það? Bíddu aðeins, það eru reynda 2 konur hérna. Ok. Hafið nokkuð séð Matthías Mána? Ekki? Hann ekki inn í bílum. Ég að skoða hérna þennan bíl hjá þeim. Eru þær grunnsamlegar? Já, þær eru nú að... Hvað segirðu? Það talar hann síðan í Hlíðunum. Nei, hann ekki hérna í bílum. Ég sé það bara strax. Ekki vera að ljúga greið konunni, Hjörvar. Hvað segirðu? Hann ekki í bílnum? Nei, hann ekki í bílum. Ekki vera að ljúga ef maður sé þetta í Hlíðunum. Hérna, ok. Bíddu, hérna. Bíddu, hérna einhver húfa. Já, hann húfulaus. Ég hérna komið hérna með einhver húfu. Hvernig húfa? Má sjá. Rauð húfa? Já, stendur á glitnir á henni. Nei, það ekki rétt húfa. Ekki svo húfa? Nei, það ekki húfa, en hann húfulaus núna, það veit ég fyrir víst. Bíddu aðeins, hérna. Einhver húfulaus á ferð? Ég ætla að hlaupa hérna út á Miklubraut. Hlauptu? Ég ætla að hlaupa hérna út á Miklubraut. Strætó. Það er strætó að leggja hérna. Já. Hann stoppað því að stendir inn í skílinu. Heyrðu strætólöð? Já, eru margir í strætónum með? Nei. Hann keyrir áfram. Hann var ekki í strætón. Ekki í strætó, ekki í sendiferðarbílnum. Nei, hérna ég á stærstu gattamótum Íslands á Miklubrautinu. Já. Heldur hann sé bara í bíl hjá einhverjum með það? Ég nefnilega ansið heldur það að hann sé á einhverju stað sem grunar hann sé ekki á. Stoppaði næsta... Hann gæti alveg verið í jólasveinabíl eða eitthvað slíkt, Já, stoppaði næsta bíl. Þetta er þá, ég hérna á hérna gattamótunum og það grænt ljós. Já, ég skil. Ég get ekki stoppað menn. Nei. Ég hérna, veitu, ég að horfa svona vel inn í bílana og svo. Já, sniðut ég Sérðu hvernig húfulausan? Hérna einn gæi hérna, veitu, með bankaðinu eitthvað, það við nokkuð sé Matthías Mána. Það er ekkert bílinn við ykkur. Fáðu að opna skottið. Má ég opna skottið á ykkur? Er hann opnað? Hann opnað. Í guðanabænum farið valega, Hjörvar. Ok. Ekkert? Nei, það var ekkert í skottinu. Ekkert í skottinu, nei, ok. Það er allavega, þú ert ekki að finna hann í Hlíðunum. Matthías! Hæ? Matthías! Hvað heldur þú bara að kalla á? Matthías! Hann, það var eitthvað strákur að hlaupa hérna. Já, þetta er bara eitthvað strákur út á röllinu. Við veitum ekkert það, sko. Nei, en ég efast að geta bara kallað Matthías og hann komið til þín, sko. Nei, það er hérna... Ég er alveg búinn eftir þetta, sko. Já, þú ert búinn að gera þitt besta, Hjörvar, og það er bara... Þetta er eitthvað hjóli, nei, þetta er bara eitthvað stelpa. Já, ok. Stelpa, hún er þetta ekki. Nei. En hvernig geti hann ekki verið búinn að fela sér í einhverjum jólasinabúninga eða þannig? Ég bara veit, ég var ekki... Var það ekki greatest guess? Ég var aldrei í sænsku björgunarsveitinni, þannig. Nei, ég er að segja það, en ef þú verður að fela þig, réttur í jól, í hvernig galla myndur þú fara? Jólasveinabúning. Það er ekki að fara að tjekka á þetta með jólasveinu? Það er þetta hár rétt hér, en kottu upp í hús núna, við getum ekki leitað meira í bili. Herri, já. Ok. Ég reyndi mér besta. Já, þetta var vel gert hér. Takk. Já, Hjörvar á leiðin hingað upp í hús á meðan að hann röllringa allir að spila uppáls jólalægjans. Hann var að biðja hérna á hann þú komst með jólinn til mín með Björka Halldórs og Rut Reykjadals. Það er bara að spila handónum hérna núna. FM 957 mælir með Nintendo Wii U frá bræðrunum Ormsson, Lágmóla 8. Þar fæst einnig frábært úrval af hljómtækjum, leikatölvum, myndavélum og einnig fjölbreytt úrval af heimilistækjum. Fyrstu vel með í vikunni og þú getur nættir í eintaka þessari nýju viðbót í Nintendo fjölskyldunni. FM 957 og Nintendo Wii U. Gleðileg jól. Það er enn meira gaman að dæla á N1 í desember. Tvöfaldir N1-punktar af öllu eldsneyti. Spennandi tilboð og hver jólasveinn dregur út einn heppinn viðskiptavinn og gefur honum 20.000 punkta inneign. Óhó og aftur ó. N1. Meiri jól í leiðinni.
Samfélgkinnir, Lawless. Þegar lögreglan var gjörspillt, urðu bræður að útlögum og útlagar urðu að hetjum. We don't lay down for nobody. Ein magnasta bíómynd þessa árs. Lawless, kominn á DFFD. Veifaðu OB-lyklinum á næstu Ólís stöð og spurðum tilboð dagsins. Ef þú kaupir tilboð dagsins, ferðu í jólapott OB og getur unnið gulllykil OB sem gefur 20 krónur í afslátt fyrstu 10 skiptin og þú getur unnið 200.000 króna eldsneytisúttekt á aðfangadag. Kíktu á næstu Ólísstöð og mundu eftir OB-lyklinum. Game of Thrones, loksins á íslensku. Stórkostlegasti sagnabálkur síðari tíma. Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri. Ugla. Hvernig þannig að risabott endalaust pláss í honum? Upp með lenglíðornar og tippum. Það eru 220 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. Hamborgarhryggur frá íslenskum matvælum á aðeins 1189 krónur kílóið og úrbeina fjallahangilæri á aðeins 2698 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst jólin. Síminn í jólaskapi. Öll símtöl úr heimasíma til útlanda á 0 krónur á jóladag. Skilaðu kveðju frá okkur. 0 krónur til útlanda á jóladag. Síminn. Hreint vatn gerir kraftaverk og þú getur gert kraftaverk í dag með því að greiða valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Hangilæri, hunang, kræsingar og kostakjör í Netto auðvitað. Jólin. FM 95 blö. Á FM 95. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þú ert að hlusta á FM 957 hérna rétt fyrir jól. Já, það má eiginlega segja að það sé korter í jól, 50 dagur og aðfangadagur á mánudaginn. Hjá mér Auðun Blöndal. Og hann ætlar að sitja með mig til klukkan 6 í dag. Korter í jól, lánaði með hennar frasa þess. Já, það eru korter í jól. Jól á FM. 20. desember og Hjörvar Hafliðarsson, hann ætlar að einmitt aðstofa fólk sem á í vesenni með jólagjafir og á síðasta snúning. Hvernig getur fólk verið á síðasta snúning með jólagjafir? Ég skil það ekki. Og þetta er alltaf sama fólki ár eftir ár? Já, svona haugar eins og ég. Ég á eftir reyndar ekki nema 4. Ég hef búin að taka þvílíkan kipp. Ég átti alltaf eftir á miðvikudaginn, sko. En þú ert svona gæinn sem að kaupi bara eitthvað? Nei, alls ekki, ég legg metnaði í það. Ég byrja alveg, sko bara fljótlega eftir verslunarverki, þá er ég að skrifa niður nöfnin og svona eitthvað hvað... Og lígu því reyndar en öllu ganni slepptu og þá legg ég mikið metnaði í gerðnar. Ég sverða það. Jólabandi blöð. Jólablöð þetta eftir á morgun, 21. des. Sko, ég eftir að ég vantar eftir að gráta á aðfangadag kl. 6 hugsandu þig. Já. Þú var þarna einn heima á systuðin og mömmu og eitthvað bara svona... Litlu frængum og eitthvað klikkar. Ekkert little kid to think about eða eitthvað sko. Jú, 2 litla frængur. Já, það er allir frændur. Ert þú með gutta þinn á aðfangadag? Ég tek þetta allt saman og ég er með öll fóstubörnum mín líka. Og öll ættleitu börnin. Ég er líka heimsforeldri, ég er að fá 2 frá Afríku núna bara á morgun. Já, ég er reyndar heimsforeldri líka en ég verð ekki með þeim jólin, ég veit ekki með það. Af hverju ekki? Ert þú góð til að vera með þeim jólin? Nei, það var bara ekkert boðið upp á það. Ég hef ekki verið beðin það. Þú keyptir ódýrari pakka. Það er komið að sturglegu staðreyndum og herru, langt sér að þú verið með í sturglegu staðreyndum. Þú hlýtur náttúrulega að pínu pant. Ég elska sturglaða staðreyndum. Það er sturglegu staðreynd. Hér kemur fyrsta. Karlmaður brennir fleiri kaloríur að meðaltali en kvenmaður í kynlífi. Ok. Og mér finnst þetta pínu steikt svona sturglegu staðreynd. Fer það ekki alveg gjörsamlega eftir manneskinni? Það þarf ekki alltaf að vera karlmaðurinn brenni. Já, ég er með það prinsipirni í þessum þætti að þegar 2 karlmennur er komin saman þá skal ekki vera að ræða neitt. Það verður eitthvað svo sveitt og ógeð. Ég veit að það er góð regla hér, enda höfum við forðast það eins og heitan eldin að ræða kynlíf hér. Næsta, 45% fólks trúir á drauga. Og nú, ég skrifaði þessa niður, mér finnst hún ekkert skemmtilega en ég vildi eiginlega bara fá að vita, trúið þú á drauga hér? Nei, ég gera það ekki. En mér dreymir stundum eins og sé einhver að lappa inn til mín svona á nóttinu og svona. Já, en þess vegna er gott eins og fyrir mig, ég er náttúrulega með a gun to protect my home. Já, alveg rétt, þú ert með byssu heima hér. Þá ríf ég alltaf hann upp. Hvernig byss er þetta aftur? Þetta er svona... Beretta? Já, Beretta. S40. Sjálfsleifi. Þið líður bara betur með hann, eða ekki? Við séum bara miklu betur eftir ég fekk hana. Það er næsta hérna.
Fólk sem að, já þetta var mjög svolítið skemmtilegt. Fólk sem að rífi miðan af bjór eða gosflöskum sínum er ofta stressað og pirrað að eðlisfari. Þetta ég gat bara ekki sett andlit við þetta, en ég á einhvern félaga sem er alltaf að þessu. Ég skal sem er svona að skrapa af ég skal ekki það að ég á þetta til. Ert þetta þú sem ég var að hugsa? Nei, þetta er ekki ég. Ég held að þetta sé Stjáni vinnuðinn. Já, Kristján Óli, já, þetta gætur hann. Hann nagar líka kókumjólkufernur. Hann er eitthvað sem að drekka kókumjólk og svo verður hann að naga hann eitthvað. Já, nagar rörið mikið líka. Svo þekki eitt félag sem nagar fjastýringar. Allir endar af fjastýringum, en það mannst ekki eftir gömlu digital fjastýringum, svona gúmi eitthvað. Og alltaf búin að naga alltaf endan af því. En þetta, já, svona menn eru víst stressaðir og pirraðir og það án ágætlega við. Hann Kristján Óli, hann er mjög stressaðir eða svari, vinnur okkar. Já, hann líka svona, hann er alltaf að sé að spila bassatrommu í einhverju bandi. Já, með löppin alltaf á milljón, já. Sittum með honum í bíó, þá ertu svona haldu utan að lærið honum. Það er nefnilega óþolendur og sittum með þannig manni í bíó og ertu að horfa ykkur á komment, þá líður mér svona eins og hann sé ekki að fíla myndina. Já, og bara eins og hann sé að bauða eftir að myndi sér búið. Já, nákvæmlega. Ég gerði, reyndar, hef stundum gert, hafði mér að leika ef ég sé einhver bíómyndir er svona 160 til 190 mínútur, þá tek ég hann með mér. Já, ok. Svo er það hérna næsta. Schwarzenegger sagði aðeins 700 orð í Terminator 2 og fekk $15 milljónir fyrir myndina. Þannig að hann fekk $85.716 eða 10 milljónir fyrir að segja hasta la vista baby. Ok. Svo er mikið penningur. Já. Nei, þetta var ekkert skemmtilegt. Ég held að þetta er góð stjórnlistæni, ég byrst afsökunar þessari, hún var ekki skemmtileg. Svo er það næsta, þetta hérna fannst mér áhugavert. Mark Zuckerberg, hann borðar bara dýr sem hann hefur veitt sjálfur. Þessi er Mark Zuckerberg sem stofnaði Facebook? Já, Facebook-kóngurinn. Annars borðar hann bara grænmeti, hann getur bara kjöt ef hann draf dýrið sjálfur. Ég er að spara að fara að vinna með þetta. Já, hefurðu getið eitthvað sem borðaði sjálfur? Já, ég geti lax sem ég veit. Já, þú veist, það var allir veitt fisk og eldaði hann, sko. Já, nei, ég hef ekki skotið neitt. Og ég held með þess að ég ætti bara mjög erfitt með það. Þetta er svo eins og Kös, besti vinnu minn, hann með myndar sér bara, þegar hann búin að skjóta eitthvað hreindýr og satt svona með því. Ég hugsaði bara, mér finnst það er bara ljótt að sjá þetta. Ég er ekkert viss um það, ég geti skotið hreindýr að kemur hlaupandi fram með mér. Hefur þú séð Bambi eða? Ertu svona gay eða? Nei, ég er bara dýravinnur. Ég er svona gay sem væri til að vera með 2 byssur og vera með fullt af dýrum fyrir frá mig. Þetta áttu skambissu við rúmið þitt. Já. Þú ert að gunman. Ég er að gunman. Nei, ég er ekki að gunman. Nei, en já, þetta er svona. Þá er næsta, það er búið að selja fleiri frisbee í heiminum heldur fótbolta, hafnarbolta og körfubolta til samans. Ok. Og ég held að mér sé alveg óhætt að setja handbolta þarna inn. Ég held að sé ekki búið að köpa það marga handbolta í heiminum. Nei, frisbee, það er langt síðan ég leiki mér í þessu, en ég er mjög góður í þessu. Hafi ekki allir átt frisbee? Jó. Ég held að það sé máli, bæði strákar og stelpur. Hverjir hafa ekki átt fótbolta? Það eru fullt af fólki, það er ekkert allir átt fótbolta. Plastboltana sem er seldur út allt. Já, allavega ekki að margir hafa átt frisbee. Hvað ætlum við sem búin að eiga báðir marga fótbolta í hérna? Það eru margir. Ég hugsa, nei, samt ekki. Ég hefur glátt svona 7. Ég held að það var svona fleiri en svona 7-10 hjá mér. 70 fótbolta? Vá. Enda, það er slett að skýrjum sem eiga það maður. Nei, bara hann eiga. Fóreldrar mínir gáttu bara ekkert að dæla með fótboltum. Þá verið að spila mikið á Malbygg í gamla daga, sko. Já, sprakka það. Þú veist, þá bara eyðilaðist hann fljótt. Já, reyndar. Það ég var alltaf að treysta okkur annar kemur með boltan bara. En þú veist, það var svo gaman, ef þú átti boltan, þá fegst þú að ráða. Þú veist, ef þetta er víti. Nei, ok, þá tek ég boltan. Já, ég á boltan, annars fer ég heim. Ok, hörru, þú fær víti. Þetta er víti. Svo er það næsta, flóðhestar drepa fleiri manneskjur ári heldur en hákallar, birnir og ljón til samans. Ok. Flóðhestar, maður er einhvern veginn alltaf litið á þá sem bara svona einhver flippdýr. Já. Maður er alveg bara til að gefa honum 5, en ég mun forðast hann hér eftir. Já, ef þú mætir hún. Ef ég mæti honum. Tippastækkun er frí á Kúbu. Þannig að Hjöppi, þú veit kannski að skoða það að fara að kíkja þáka. Já, til að kíkja þáka. Hvað er á Kúbu? Er það Havana eða? Ég veit ekki, það stóð bara The Penis Enlargement. Hvað kostar flugið og allt það? Já, reyndar. Þú veist, ég þarf að gera líka ráð fyrir því. Það er ekki fritt fyrir okkur. Við þurfum að koma okkur okkar. Þarf maður á ríkisborgar eða getur hver sem er? Ég veit það ekki, við þurfum bara að skoða þetta betur. Það eru tæri eftir 90% fólk sefur með gemsa sinn það nálægt sér að það getur teikt síðan. Já. Þú lítur að vera í þeim hóp. Já. Það er ég líka. Og svo er það síðasta sem er svolítið ógeðslegt en sturlu staðrind. Mannakjöt yrði besta steik sem þú hefur smakkað og myndir borða. Új. Já, új. En ef einhver, þetta er vist þannig, ef einhver myndir koma bara með herðu hérna með nýja Gucci. Hvern myndir þú borða ef þú ættir að borða ykkur? Fljótu bræði, Hötta Magg. Ég var alveg til í lærið á honum jólinn. Hann er með svona þykk og mikið læri. En þú, ef þú ættir að fara ykkur? Já, ég held að, þú veist,
Væri til eitthvað svoleiðis eða... Ég myndi aldrei en að geta manni svo á gils, eða Egil. Ég held að það sé ekki gott kjöt. Þú vilt ekki hafa of mikið... Það er það breytt, mikið þetta. Já, mitt er líka... Seikt og eitthvað. Ég er ekki vinsællum jól. En eitthvað gamalt. Spýtandi hárum. Þá ég getur mig. Spýtandi hárum. Já, öllu jólinn. A shot in the dark. Er ekki það? Jú. Góð lag maður. Það voru störðlega staðrættir sem hér er David Guetta. Það er ekkert að þessu lagi. David Guetta hér með She-Wolf, Falling to Pieces. Hann á nokkra slagar hann David Guetta. Hann sagði mér einu svona Eiður þegar hann var út í Barcelona. Eiður Johnson, já. Já, og þegar hann var í Barcelona. Hann er spænskur, David Guetta. Ok, ég held að hann var franskur. Ok, allavega er hann risastór á Spáni, hvort sem hann er franskur eða spænskur. Ok, ef David Guetta er franskur, eins og ég sagði, þá er, herðu, K.O. at that use. No. David Guetta is a French house music producer. Ok, franskur. Herru, þetta fer niður sem K.O. Og við halda fram með svo að skrifa þetta. Hann er gríðarlega stór á Spáni og hann var að segja að sko fótboltamenn á Spáni eru ekkert við hliðin á David Guetta. Þá var hann að tala um hvort sem var Ronaldinho eða Messi. Ef að David Guetta mætir einhvers þar, hann getur ekki lappað götur Spánar. Það er svona held ég að hann verið Spánveri. Hann er ríkilega stór þess. En ég ætla að þetta K.O. er komið niður. Já, til hann ekki með það. Já, ég er bara hálf vangar hérna. Þetta var rosalegt þér. Því ég veit ekki hvaðan David Guetta er. Já, ég meina, hei. Já, en hvað varst að, þú varst eitthvað að tala um Facebook? Já, ég var að tala um Facebook, hérna, það er eitthvað sem heitir face rape. Já. Hefur þú stundar slíkt eða lent í slíku? Face rape? Já. Já, ég svona er alveg nettur vinnustæða grínar í mér ef ég sé það opið þetta eitthvað staðar hjá einhverjum. Ok. Þá hendi ég alveg eitthvað. Eins leiðilegur en ekki of, þú veist, face rape þarf að vera þannig að fólk þarf að trúa því, svo að sé gott. Já, ok, en allavega... En svo Egil vinn okkar, hann myndi segja, vá hvað ég væri til í að sjúa pung núna og það myndi allir bara, já, ok, hver komst í töluna þína? Já, mér finnst það reyndar miklu skára, heldur en að sé eitthvað sem að fólk getur trúað. Sko, málega það, sko, þetta er bara ekki, mér finnst það bara ekki fyndið. Nei, ég er bara það... Ég sá það daginn, þú varst mjög ósáttur við face rape. Ég er það alvarlegur og leiðilegur náungi, að mér finnst það bara ekki fyndið. Nei. Og hérna... Og ég fór aðeins að spæla í þessu eftir að ég lendi í þessu. Ég var illa pirraður. Ég hugsa bara með mér að þegar gæinn sem gerði þetta við mig, ég þekki hann ekki neitt, sko. Nei, sá bara tölvuna þín opna? Hann sá tölvuna opna, nei, hann sá ekki eins og tölvuna opna. Hann kunni að fara eitthvað í Google Chrome vafran, ná í eitthvað password þar sem er vist eitthvað stað að seifað og setja það í tölvuna. Já, ok. Það er bara eitthvað fáránlega, bara vel gert hjá honum. Tölvu genius einhver. Sko, því ég hef aldrei kýlt neitt á ævinni, ég sagði, er ekki einhvern fyrsta skipti fyrir allt? Nei, það er ekki. Ég er að grínast í þér, elsku auðun minn. Já. En djúvel var ég pirrað með, vá. En ég var samt bara pirraður svona 10 mínútur. Já, ég held að þess að 10 sekundur. Nei, 10 mínútur. Ég er ekki reiður lengur en 10 mínútur. Svo nenni ég ekki lengur. Nei. En hérna, en upp úr þessu spratt þessu umræðu face rape, svo kallu. Já. Og þá hafði einhver strákur lent í því að einhverju grínar fór í tölvuna hjá honum og skerði hann sem single. Já, gaur sem var í sambandi. Já, sem það finnst mér alveg líka fyndið. Það var ekkert svo sérstaklega fyndið í hans tilviki því að hann var búinn að vera í smá erfiðleikum í sínu sambandi. Já, ok. Og það var svona svolítið on the rocks. Já. Og hann var í gimminu eða sundi. Og vissu þeir það að vinna hans eða? Þeir höfðu ekki hugmyndu það sem gerði þetta. Þeir mannst bara eitthvað voða fyndið að gera hann single. Já. Fókum aðeins í honum. Eitthvað svona. Svona leika mig þarna en ok. Og hérna, herðu, já, hann bara fer í ræktina, kemur tilbaka, þá eru bara einhver 60 missed calls og sko allt út í SMS-um. Og fyrsta sem hún sér þegar þú sér missed calls frá mömmu, systurðinni, bróðinni. Það er ekki þægilegt. Þá sér með henni, herru, nú er einhver anskotin að gerast. Það er óþægileg tilfinning. Og hérna, þú veist, þetta finnst mér svona face rape sem að mér bara finnst, mér finnst miklu skára að gera þetta og eins og þú sagðir að Egill myndi gera þetta. Já, bara var að sjúga punga eitthvað. Já, ekki koma með eitthvað svona... Það er eitt saklaust og sem að mér finnst alveg, það er orðið svolítið þreytt núna, mér fannst það fyndið þegar ég sá það fyrst. Það var alveg svona þegar þetta breyta ammælisdeginum hjá okkur þangað til daginn á morgun, því þú tekur ekkert eftir því þú ert sjálfur á Facebook. Nei. Svo allt í hennu kemur bara Hjörvar Hafle á ammæli í dag og er allir óskæði til hamingju. Mér finnst það ágætis. Það er reyndar ágætt, en ekki eitthvað svona, þú veist, persónlegt shit. Nei. Ertu sammála því? Ég er sammála því, en mér finnst þetta strax skáraði því að strákandi vissi ekki að sambandi væri búið að vera on the rocks. En svo er reyndar góður punktur að okkur að vera að setja svona, kannski er sambandið on the rocks. En þetta er svona bara alls, þetta er bara eitthvað sem mér finnst ekki sérstaklega að fyndi, sko. Nei, ég heyri það, og enda varstu brjálæri 10 mínútur og ætlar að kýla einhvern daginn. Það styttist í flotulagkeppnina, ertu með tilbúið lag? Ég er með tilbúið lag, ég ákvað að taka enga sensa í dag. Ég ætla að taka sensa. Já, ég ætla ekki að taka neina sensa. Ég elska að taka sensa og ég ætla að hjóla í það.
flottulega keppnin hér eftir öskamastund og Hjörvar Hafliðarsson hjálpar ykkur með jólagjafir en förum fyrst í Örstuð skilaboð. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ, á Eiðistorgi og í Smáralind. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Jólin að koma, jólunum gaman, jólin hátíð, smattir eiga saman. LG Optimus L3 góður snjallsími fyrir byrjendur á frábæru verði. 18.990 krónur og þú fari jólapakka með frá Vodafone. Jólagjafir fyrir alla fjölskylduna í Intersport. Mikið úrval af sniðugum gjöfum á frábæru verði. Það sport að spara í Intersport. Vertu velkominn í Smáralind. Við bjóðum upp á nóg af bílastæðum, 2 bílastæðahús og gott aðgengi fyrir frábæra jólagesti eins og þig. Sjáumst, Smáralind. Gefðu plötu frá Record Records í jólagjöf, eins og til dæmis Exorcise með Tilbury eða Kiriyama Family með Kiriyama Family. Ekki væri leiðinlegt að fá aðra Mosebók með Moses Hightower og ekki heldur Reggi-gripinn Oybarasta með Oybarasta. Svo ég tala nú ekki rúsinuna í pylsuendanum, Retro Steffson með Retro Steffson. Allt eru þetta plötur sem eiga heima í jólapakkanum frá þér. Gleðileg jól! Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Ný stór Veromóta jólasending var að koma. Ekki missa af. Veromóta, Kringlunni og Smáralind. Fjöllin hafa opnað. Skíði og snjóbreytti í miklu úrvali. Fyrir nýliða sem lengra komna. Ekki bíða, komdu núna. Markið Ármúla. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott rautt rjómanissa? Bakaðu múffur hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Mumford & Sons hér með lagið I Will Wait. Við erum að hlusta á FM 95 blöð, klukkan orðin rúmlega 5. Við verðum hérna með ykkur til 6 í dag við Hjörvar og það komið núna að dagskrárlið sem heitir Flottulaga keppnin. Og það ekki flókin liður, við fáum að spila hér 90 sekundur. Það einhverju lagi sem okkur finnst flott og svo hringið þið hlustendur og fyrstur upp í 5 atkvæði. Hann vinnur keppnina. Ég held að þú sért, hvað ertu, 2 yfir núna ekki? Ég sé núlega 3 yfir. 3 yfir, ok. Eftir knockout síðast. Já. Og þú ert búin að velja lag? Já, ég er búin að velja með lag. Og ég líka, hvort viltu vera á undan eða eftir í dag? Það að leiða mér að velja? Já, ég ætla að leiða að velja. Ég ætla að leiða þér að byrja. Ég er that kind of a guy. Já, ég er bara svo mikill toppmaður, ég ætla bara að leiða þér að byrja. Það ekki betra að byrja, held ég. Ég held að. Ef ég má velja, þá máttu þú byrja, þú vilt. Já, nei, ég ætla að leiða þér að byrja. Ok, þú ert æðið. Það er mikill toppmaður. Já, þú ert æðislegur. Mín jólagjöf til þín. Takk. Ég bjóst ekki við svona flottri gjöf frá þér. Þetta samt ekkert, sko, það ekki verið að fara til einhver, þetta bara, maður bara spila lagið sitt. Og lagið mitt grjóthart lag sem að sló í gegn hér fyrir mörgum árum síðan. Ég að taka smá áhættu. Ég fíla þetta lag í tætlur, en þetta samt ekki beint svona. Já, ég held að þú myndir aldrei búast að ég kem með þetta lag í flottulega Nei, ok, wow. Nei, þetta Eitra töffari sem heitir Cisco og lagið heitir Thong Song. Já. Úi. Þetta grjótart lag. Ég fæ 90 sekundur ekki tröflaða. Ertu ekki hrifin að Cisco? Nei. Hlustaðu nú. Úi. Ég er búið með mína 90 sekundur til miður. Þú varst ekki að grína svona, bara í fullur alvöru. Ekki hafa þetta lag lengi undir líka. Þú reyndar mátt eiga eitt. Þú er mjög góður að svindla þetta keppnum og svona. Hvað minnur þau? Ég er bara að lækki þessu. Þú hefði getað held ég ná góðum árangri í skóla því að þú myndir að finna einhverju leið til að svindla. Nei, ég svindla aldrei í spilum og ekki í skóla heldur. Jú, þú væri fyrst ykkar til að finna upp einhverju nýju svindli. Nei. Þú væri að finna einhvern ból þar sem hún getur skrifað jöfnur og svona sko. Og svona speglað mig. Og speglað og eitthvað svona sko. Ég held að þú er akkurat típa sem myndir fíla Thong Song. Baby, ég veit ekki. Þú er þong maður. Já, rosalega þong maður er mitt. Já, ég er með hérna lag sem ég tilenga
Hvað heitir lagið þetta og mega hljómsveit? Heyrðu, þetta minnir mér samt á góða tíma, þetta lag. Ok. Það má ekki gera lítið úr því. Nei, góða tímar mikilvægir. Þetta er svona frá svona árunum 2009. Já. Engin brjálaður hittari, en ég heyrði þetta gæði eitthvað hannig. Myndi mig á góða tíma og ég fór að skælbrosa að heyra. Þú elskar Good Times. Ég elskar Good Times og þetta er lag sem heitir hérna Walking on a Dream með Empire of the Sun. Það er þetta góð hljómsveit, sko. Það er bara gott lag. Það er hérna, Walking on a Dream. Ég var að keyra bara og datt í einhvern feeling. Já, þetta er endar ég verið að gefa það. Þetta er gott lag og þessar hljómsveit til að ég tælir. Hækka við þessu. Hækkum þetta er lagið hans Sjöpa hér í flottalagkeppninni. Walking on a Dream. 90 sekúndur af þessu lagi líka. Þetta er Walking on a Dream með Empire of the Sun. Já, með Cisco Thong Song. Þú verður að bera meiri viðvingu fyrir lögum með að grípa ekki viðlagi, sko. Ég þurfti að stoppa viðlaga Thong Song. Finnst þér ekki gilda sömu reglum en þig og mig í þessu leik? Já, en þú veist, þú verður stundum... Brjálast yfir, ég lækki ekki strax í mínu, það var í miðju baby, thong, sem er rosalega partur. Já, eins og ég segi, sko, ég hef oft verið svona með meiri hittara, sko. Já, þetta var samt grjótart lag. Já, við skulum sjá hvað hlustendur segja. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan dag. Góðan dag. Hvort var það Thong Song eða Walking on a Dream? Ég verðilega að segja Thong Song, það er alltaf nostalgía með það, sko. Já, það minnir mann líka á góða tíma. Það er mjög mikið rétt. Herðu, takk hérlega fyrir það, 1-0. Takk fyrir að hringja. Það er líka eitt gott í með góðlagkjörna. Svarti maðurinn tapar aldrei í henni. Ef þú setur bara eitthvað lag með einhverju svörtum. Jú, ég tapaði með Jay-Z fyrir Ég hef aldrei tapað með... Ég var með Jay-Z og Linkin Park og tapaði fyrir. Þá varstu með Natalie Imbruglia sem er hvít-kona. Með aðaldæmið sem Linkin Park. Það er náttúrulega... FM 95 Blöð, góðan daginn. Það er Hjöppi. Það er Hjöppi, Empire of the Sun. Ekki spurning. Er þetta ekki Thong Song, maður? Nei, sko, þú gefur mig eitthvað glísrocks, ballu, ógeð. Já. Gefur með þetta lag, sko. Nákvæmlega. Þetta er búið. Þetta er búið. Þakka ég kærlega fyrir þetta, vinnur. Takk kærlega. Það er svo grjótharður. Hvað, glísrocks ballu? Þú ert alltaf bara með einhverja, sko, miðaldra menn að syngja einhverju. Ég er bara all over the place. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver var þitt atkvæðin? Hjörvar Hafleðarsson. Hjörvar. Takk kærlega fyrir það. Toppar. Auðun, hann skeit í sig hana. Ertu ekki Cisco, maður? Nei, þetta, ég hef aldrei heyrt þetta lag og þetta var monsterleðja. Hefur aldrei heyrt Thong Song? Nei. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta var svaða hittar á sínum tíma, en takk fyrir að ringja. Já, takk. Ok, það eru Hjöppi komin 2-1 yfir eftir að hafa lent 1-0 undir. En hver fæ þitt atkvæði? Þetta voru jafn léleg lög. Jafn léleg lög? Já, svo skellt hann á. Það var gler, þessi reyndar harður. Já, það var eins gott að náða inn. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan dag. Góðan dag, hver fæ þitt atkvæði? Þú. Já, Thong Song. Stelpunum að fíla Thong Song, mér ánæði með það. Takk hérlega fyrir það. Ok, 2-2, allt í játnum hér hjá okkur FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, Hjörvar allan daginn. Takk að þér kærlega fyrir þetta. Takk kærlega fyrir, toppmaður. Ég get ekki rakkanu menn sem að kjósa Empire of the Sun, sko. En að sjálfsögðu held ég með Cisco í þessari keppni. Takk fyrir að hringja. Takk að þér. 3-2 fyrir Hjöppi. Hver fæ þitt atkvæði? Þetta er klálega, Thong Song. Já, Thong Song. Það er bara með þetta. Þetta er bara strákur á myndi stelpum hérna, maður. 3-3, takk hérlega. Ok, þetta er svolítið þannig, Hjöppi. Út með strákarna. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Það er klálega Hjörvar Hafleðarsson. Takk að kærlega fyrir þetta. Fílíku toppmaður. Hvaðan ert þú að ringja landinu? Ég er að ringja bara hérna og bytta úr Reykjavík. Djöfull er það gott maður. 101 með það? 101 maður. En ég verð samt að gefa Utti var líka með góðan hittara. Þongarinn maður. Takk fyrir þetta og gleðileg jól. Takk að ringja og gleðileg jól. Ok, það er 4-3 Hjörvar, þú getur tryggt það sigur. Ég þarf að vonast eftir stelpu utan línni. Já, ég fæ engin kvengisatri. Kvengis atkvæði. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, Hjörvar fær Takk fyrir þetta. Þá er ég búinn að tapa þessu 5-3. Snillingurinn minn. Hvaðan ert þú að ringja landinu? Garðabæ. Úr Garðabæ? Þú helst fyrst og væri á Selfossi en svo fattar og væri í Garðabænum? Já. En er Garðabærin alltaf að verða líkar og líkar í Selfossi? Nei. Nei, reyndar ekki. Þú veist þú mátt ekki fara í ljós fyrir undir 18 ára? Aldrei gleyma því. Aldrei gleyma því. Og halda áfram í skóla og... Stattu vel. Vertu duglur. Takk fyrir mig, kallið minn. Takk. Bye bye. Það fór 5-3. Og við erum alltaf líka með einhver góð skílabóð. Já, það er bara sem þáttur gengur út á. Ekki fara í ljós fyrir út 18. Halda áfram í skóla. Og say no to drugs. Ekki reykja. Hér er eitt snillingurinn. Freddie Mercury. Thank God it's Christmas. Og það er stutt í það. Til hamingju.
957 hjálpar þeim sem eigum sárt að binda yfir hátíðarnar. Það getur verið erfitt að biðja um hjálp og því óskum við eftir því að þú sendir póst með upplýsingum þann sem við getum aðstofað á fmhjálpar@fm.is. Samstarfsaðilar FM Hjálpar ætla að gefa þér tækifæri á að gleðja einhvern sem þú þekkir með veglegum nauðsynjum fyrir jólin. FM 957, Netto, Next Kringlunni og Garðheimar. Gleðileg jól. Geimstöðin Kringlunni er með mesta tölvuleikja úrval landsins. Allir nýjustu leikirnir og allir hinir líka. Geimstöðin Kringlunni. Atvinnumenn í tölvuleikjum. Sýndu mömmu og pappa í 2 heimana. Gjafakort fyrir 2 á aðeins 7.900 krónur. Þjóðleikhúsið. Við sýnum tilfinningar. Gefðu gjafabréf á Hamborgarafabrikuna. Hamborgarafabrikan. 575575. Fabrikan@fabrikan.is. Njóttu þess að hafa nægan tíma til að versla fyrir jólin. Opið til klukkan 10 í kvöld. Sjáumst, Smáralind. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustæði að bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 220 milljónir í risapottunum í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2, við tippum. Jólatjútt á Hressó alla helgina í samstarfi við Víking og Jakob Steiner í Börn. Föstudag, Moses Hightower og Jónas Sig. Laugardag, jólatónleikar Haf ásamt Kaleo og Pétri Ben. Þorláksmessa, Valdimar og Biggi Hilmas. Sjáumst á Hressó. Ný stór Veromóta jólasending var að koma. Ekki missa af. Veromóta, Kringlunni og Smáralind. Gerðu þessi jól fullkomin með Stöð 2. Það verður sannkölluð kvikmyndahátíð á Stöð 2 í desember. Njóttu jólana í faðmi fjölskyldunar og gerðu jólin notalegri með ómótstæðulegri jóladagskrá. Í sófanum heima, í tölvunni, farsímanum eða skjaldtölvunni. Það er ódýrara að skemmta sér heima. Fáðu áskrift í 51251 eða á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri jól. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísskúlu Nissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hér rétt enda á hotnið ætlum við Hjörvar Hafliðason að velja mann ársins, eða ekki við Hjörvar, heldur hlustendur FM 95 blöð. Já. Það er undir ykkur komið hver verður valinn maður ársins. Er ekki bara maður ársins hjá FM? Jú, hjá FM. Við vorum með Múkesson í fyrra og hann fekk út að borða á Sushi Samba. Það var einhver annar stórkostlu vinningu fyrir mann ársins á þessu ári, 2012. Það eru mörgum að velja, þannig að byrja nú að hugsa, en við ætlum ekki að opna fyrir síman með það alveg strax. Við ætlum hins vegar að nýta okkur það að beint á móti með situr Hjörvar Hafliðason sem er af mörgum talinn jólasérfræðingur. Já, jólagjafasérfræðingur. Já, þú einhvern veginn virðist alltaf finna réttu leiðinu til að gefa réttu gjöfin. Það er oft verið sagt þig. Já, ég hef oft svona einhvern veginn hitt í naglan á höfuðu stundu sagt. Já, þegar þú gefur gjafir. Þegar fólk opnar pakkan frá mér þá heyrir maður oft, wow, þetta var ákveður þetta sem ég langaði. Já, þú ert vanur að heyra þetta. Já, oftar en ekki. Við ætlum að nýta það hér í FM 95 blöð. Ok, gera það. Já, það ekki. Ég veit að það eru margir að núti sem er ekki búin að kaupa alla sína jólagjafir og er að hugsa núna, vá, hvað er ég að gefa þessum, hvað er ég að gefa hinum. Og það skiptir ekki máli hvort þetta sé fyrir hann eða hana eða... En þú ert með þetta allt á hreinu? Já, ég held ég sem er hugmyndi fyrir allt, já. Glæsilegt, þannig að ef að þið eru í vesinni, nú er að gera að hringja í 511-0957 og fá aðstoð hér frá King Hjörvari þegar kemur að jólagjöfum. Hefur einhvern tímann, verðst alveg hreinskilinu, hefur einhvern tímann gefið einhverjum gjöf og hefur einhver ekki sagt, vá Hjörvar, þetta var vel gert þér? Man eftir í 2001 þá gaf ég systur minni trefil sem var svona gráan trefil og inn í honum var Írafort-diskurinn. Ég leik mér oft svona með að pakka einn gjöf og hún hafði fengið annan. Já, æ. Og mér leiði illifurs í svona 3 vikur. Ok, við ætlum að opna þetta fyrir síman og þið getið fengið ráð hjá jólagjafa sérfræðingnum Hjörvari Hafliðasoni, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, sætliti. Hvað segir sætliti, hvað segir þau? Ferskur bara. Ferskur, gott að heyra, þetta komin í jólaskap.
Já, svona, ég bara er að kaupa gjafir fyrir konuna maður. Já, þá ertu á réttum stað, kaupa gjöf handa konu Hjörvar, ég segi bara yfir til þín. Hvað segirðu kallið minni, hvernig fjárhagurinn? Hann er temmilegur bara. Hann er temmilegur, hvernig síma hún? Hún á fína síma, sko, hún er að vinna í símaslík. Ok. Ef ég kem inn í ákvað aldrei er hún? 22. 22 ára. 22 ára, er þetta fyrstu jólin ykkar? Já. Ég segi stundum að fyrstu jólin séu mikilvægastu jólin. Það er ástriðufull. Þetta verða, þessi jólhjáður það verða mikil ástríða í þeim. Já. Það er alveg, ég heyri það bara á þér, þú ert til í ástríðufull jól. Það er bara þannig. Spennandi tímar. Þið er greinilega spennandi tíma framöndan. Jú. Ég held að þú eigir að kaupa gjössanlega over the top hálsmennhandinni. Hálsmenn? Já, eitthvað bara, já, við erum að fara, þú verður að fara einhvers staðar, sko, þú verður að kaupa eitthvað, það verður að vera doldið dýrt, sko. Hvað er að tala bara 16 tölur, eða? Nei, við erum ekki að tala svoleiðis, við erum bara að tala að við þurfum að þú þarft að setja nokkra bláa í þetta allavega, sko. Já, jú. Hvernig lístur það, fallegt hálsmenn? Jú, mér líst reikilega það. Nei, það ekki? Jú, það getur ekki klika. Brunaði núna bara staða núna og láttu mig svo vita eftir jól hvernig slói, hvort þið hafi ekki öruglega slegið í gegn. Ég sendaði línu. Takk hérlega fyrir þetta. Glæsilegt, til hamingju með þetta. Já, takk. Ok, við ætlum að taka hérna 2-3 í viðbót. Þú átt möguleika á því að fá ráðgjöf frá Hjörvari Hafliðarsinni, jólagjafa Kong FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ert þú í vissinni? Svona, ég er svona ekki í vissinni. Hvað gefur maður múttu gömluð? Það er svo gamla sem á að hugsa núna. Já. Hvað er drottningin á heimilinu gömul? Hún er svona skriðuð fertugt. Hún er skriðuð fertugt en hún er náttúrulega ennþá ung kona. Ennþá ung. Og hún er náttúrulega ennþá, hún upplýðir sér sexy og vil vera sexy. Já, fyrir það ekki. Ég myndi mæla með glæsilegu undirfattasetti fyrir móðina. Það er alveg sem við það. Koma henni gjössanlega opna skjöldu. Ertu vissir að ráða? Ég ekki það ég sé að tröfla kongin en ámar að gefa móði sinni sexy undirfött. Áhver ekki? Já, ég spyr kongin. Hvernig lístur þetta? Viltu ég koma aðra hugmynd fyrir þig? Sko, ég hafði hugsað með bara ostakörfuðu, sko, en það maður alveg gefa einn auka pakka líka, sko. Er ekki komið tíma til að aðeins að hrista upp í mömmuðinni? Hún á von á einhverjum ostabakka eða einhverjum ostakníf eða einhverju leiðinlegu. Já, ég var reyndar. Af hverju gefur ekki gjöf sem virkilega gleður? Hann er hrættu við þetta, ég heyri það og ég skil hann. Ég án grínsjörar, ef ég myndi gefa móðum minni eitthvað sexy undirfött í jólagjöf, hún myndi alltaf bara ég verið fullur. En ég meina, sko, ég nenni náttúrulega ekki að gefa leiðilega jólagjöfur, þannig að þetta er svona mín... Já, hann reyndar, ég verð að gefa Hjörpa það, ef einhver kann þetta, þá er hann og hann leikur sér að fara út fyrir bóksið, þannig ég myndi að hlusta á hann. Já, ég lett mig með þetta því ég fengi ráði í honum. Ok, og hugsaðu nú vel hana með öll jólin. Já, ég geta það. Takk fyrir að ringja, við ætlum að taka hér síðasta hlustandan inn sem fær aðstoð frá Hjörpa. Fæ ég bara að gefa 3 ár? Já, það er bara 3 heppnir sem ná inn. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Voru að byrja að lækja útvarpinu? Já, ég er búinn að þeim. Búinn að því. Hvað segir þú gott, Vinnur? Herri, ég segi allt gott. Já, og hver er hausverkurinn? Herri, það er ég ætla að reyna að finna gjöfanda bróðu mínum. Það er bróðinn. Hann er 28 ára. Ógeðslega fyndinn gaur. Fyndinn gaur? Já. En veistu hvað, er vandamál oft með fyndna gaura? Hvað? Þeir eru illa lyktandi. Já, það getur vel verið. Og þetta er algengt með fyndna gaura, það er vond lykt af þeim. Já. Og þess vegna ætla ég að benda þér á að gefa honum rakspíra. Já. Og sá sem móta að gefa honum heitir Rókas. Hvað segir þið? Það er þetta rándýr lykt. R-O-C-A-S, Rókas. Ok. Ekki háa. Og er eitthvað háa þarna? Rókas. Minni það, já. Við smellum því inn einhvers Já, hann er svona bleiku bóksi. Já. Og hérna, ég held að þetta fáist í öllum betri verslunum. Já. Og ég held að þú ættir að gefa sem fyndna manni sem er ekki nógu góð lykt af góða lykt. Ég verði að vera sammála Hjörpa þarna hitt hann nagla á höfuðið, þetta er mjög góð lykt. Já, ég geti vel trúið því. Ætlar ekki að fara í þetta bara? Þá er þetta bara afgreitt. Ég redda þið núna. Þetta er Rókas með hái. Já, er þetta Rókas með hái? Já. Takk fyrir að hringja, Vinnur.
Takk, elskan. Því miður fá ekki fleiri aðstoð frá Hjöppa þennan fimmtudaginn. En hugsaði samt þess að menn sem fengu... Ég veit að þetta er bara, og ég vona bara hann kaupi einhver sexy. Ég var samt að vonast til einhver kona myndi ringja og biðja fyrir mannin sinn, sko. Já, þar að þú komið sterkurinn. Það er komið gríðalega. Getur þú sagt einhverju konum að núti sem er í vesinni, eiga eftir að kaupa handa mannin sinnum með einhverju mæluru, svona á 15 sekundum? Ég náttúrulega segi alltaf, falleg bindisklemma er náttúrulega með stöfunum, slæðir alltaf í gegn. Persónlega gjafir, fallega myndir af sjálfum sér. Já, í ramma. Búið til minningabókum sambandið. Með skemmtilegum myndum. Já, vel gert, mjög sniðugt. Svona límdarmyndir sem búið útbrenta, ekki tölvubull. Já, mjög sniðugt. Allt sem búið til skemmtilega minningar fyrir dásanlega jól. Akkurat, málið, það er komið að næsta lagið, það heitir Scream and Shout og er óskalag fyrir eina verulega fallega sem er komið til landsins. Fáum will.i.am og Britney Spears. Einhverjum í gýrin þarna úti. Scream and Shout hér með will.i.am og Britney Spears. Ég heldur að ég bara halda þessi við tónlistina, þessi stúlka. Kom alltaf einhver smelli frá henni, hún er ekki nógu góð í sjónvarpinu, því miður. Ekki? Nei. Er hún að það í X-Factor ekki? Jó, það er að, ég er búinn að segja nokkuð sem þeir alveg geta verið með kött þarna, sko. Það kemur ekkert úr henni. Það er eins og sé búið að skrifa allt ofan í hana og svona, what did you think, Britney? I thought that was an excellent performance. Og bara, ok, wow. Hún nennir alltaf að segja þetta. Ja, en fínasti tónlistarmann. Þú ert rosalegur svona, það er bara, ég ber enda enga virðingu fyrir þessum áhugaðunum, en þú hefur allavega mikið áhuga á þessu. Já, ég er mikill idol X-Factor nörd, viðurkenna, og skammast mér ekkert fyrir það. En það er eins og komið núna að dagskrárliðnum Enginn segir. Já. Og það er vinsæll liður hér á 50 dögum hjá okkur Hjöppa. Er það svona eins og rosalegur auði með flottan síma, Enginn segir? Já, eða svona eins og Björgvin Guðjónsson skrifaði hérna, djöfulli Hjörvar Hafleð alltaf í góðu formi, Enginn segir. Þannig að það er, já, þetta er akkurat svona. Eitthvað sem Enginn segir og ég ætla að lesa hérna svona yfir bestu. Þetta er alltaf sama sagan, ég má nú ekki lesa öll, sumtur of gróft. En ég ætla að byrja hér á Gurri vinkun okkar, þekkjum hana nú báðir. Það er geðveitt að vera fastur í röð í umferðinu núna. Enginn segir. Það tala örgulega margir um það, það er sikkert gaman að vera fastur í umferðinni. Svo er eitt hérna frá Herra Jones sem að mér finnst mjög skemmtilegt. Mér finnst félagslegt raunsæi í textum Skúter bæta við þessari dýft sem skilur að ódöðleg listaverk og poplag. Enginn segir. Ok, þetta er gott. Ekki Skúter aðdáandi hana. Svo er það Garðar St. Niklas. Ömurlegt að gamla kókapöfsi sé komið aftur. Enginn segir. Nei, þarna er ég sammála honum. Það er gríðarlega jákvæmt að fá gamla kókapöfsið aftur. Borðar ennþá kókapöfs? Já. 32 ára. Skiptir ykkur málu hvort ég væri 62 ára? Nei, af því ég elskaði kókapöfsu en krakki, sko, en ég á aldrei kókapöfsu núna. Ég geti verið að fara að skoða þetta aftur. Þetta var uppáhalds-serialið mitt þegar ég var krakki, sko. Trullu. Tómas Átni og Tommi félagið minn hafa með mjög gott hérna. Djúvöldi Lionel Messi ofnetinn. Það er eitthvað sem Enginn segir, held ég. Og svo er, já, hérna, Kristján Voetball. Rosalega er einhvað sem Enginn segir, leiðilegu liður í FM 95 Blö. Enginn segir, ánað með hann aðna. Og Bjarki Bergmann er með eitt gott hérna. Ég á of mikinn pening, Enginn segir. Svo er þetta Illi Vutt hérna, ég er ekki alveg sammála honum, en ég ætla samt að lesa. Stuðla Gilsarans var glatað í dag. Enginn segir. Ég get ekki verið sammála þessu Stuðla hans eru horfbjöður. Hvar stendur þú með það? Hefur þú hlustað á Stuðlaunni og Gilsarannum? Ég hef heyrt að, sko, hann heyrði það síðast. Þá var það bara svo léleg útgáfa af laginu. En mér með þetta skemmtileg tónlist, þessi 90s throwback tónlist, og mér finnst að þessi útastöð hér eigi að vera með 90s tætti á föstudögum. En ert þú svona grúfkafrismæður? Ég bara fíla þessa svona 90s bylgju sem var hérna í gangi og þetta teknum. Ég er mjög gaman að því, já. Ok, við ætlum alltaf þetta að klára, hérna Enginn segir. Tjóð langar mér í eitt serióstykk núna, Enginn segir. Nei, nú ekki samlega því, ég er mikill seriósmaður. Og, já, ég ætla að sleppa þessu, þetta er ekki. Hérna er aftur verið að tala um þig. Orri Eiríksson, Hjörvar Hafleð er miklu hávaksnar en heldur hann lítur út fyrir að vera í sjónvarpinu. Enginn segir. Ég er svolítið sammála þarna, þú lítur út fyrir að vera 3 metra stundum í sjónvarpinu. Ég held að ég sé alltaf með svo litla gesti. Ok, ég er náttúrulega Gummi náttúrulega mjög Gummi Ben er ekki hármaður. Frekar stuttur. Örnólfur er með mjög gott hérna. Djöfullur er Real Manju leðilegu leikur. Enginn segir. Egil segir Balotelli er svo þroskar og flottur strákur. Enginn segir. Garðar St. Niklas hér, djöfull nenni ekki svo djammi og góða mat sem maður færi yfir hátíðarnar. Enginn segir. Og ég ætla að enda þetta hér á. Ég held að Brynja Már sé ekki ástfangin.
Enginn segir þennan fimmtudaginn við ætlum að velja mann ársins hér eftir örskamastund. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudagsmorgni hjá Ingva Eysteins drögum við út fyrirtækjavíkunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. FM957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgdu með í þætti Þóról Daniels helgar og þú getur unnið máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastæðunum Suðurveri. Besta jólagjöfin smekkleg og vönduð. Ullarteppið frá Geysi á hátíðarverði, opið til klukkan 10 í kvöld og alla daga fram að... Þú getur versla jólagjafirnar heim í stofu í webverslun elko.is. Elko, einfallega lægra verð. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Jólatjút á Hressó alla helgina í samstarfi við Viking og Jakob Steiner í Börn. Laugardagur, jólatónleikar Haf ásamt Kaleo og Pétri Ben. Þorláksmessa, Valdimar og Biggi Hilmas. Sjáumst á Hressó. Höfum opið til klukkan 10 í kvöld. Komdu inn í hlýjuna. Kringlan af öllu hjarta. Úrval af hunda og kattanami í jólapakkan. Dýrabær, Smáralind, Kringlu og Krossmóa Reykjanesbæ. Endalaust úrval af girnilegum bátum og hamborgurum. Nonnabiti, Hafnarstræti og Bæjarlind Kópavogi. Jólagrautur, jólaönd, jólafriður heim og lönd. Gleðileg Netto-jól. Ný geggjuð Jack & Jones jólasending var að lenda. Kíkt á okkur. Jack & Jones, Kringlunni og Smáralind. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hákjörn. Sólstrandargæjónum þessi teppi og með, virkilega flotta plötu. Þetta lag finnst mér bara með þeim flottari. Varstu ekki annað með það? Já, þetta reyndar mjög gott lag, það má eiga það. En það komið að því að velja mann ársins hér. Áblöð, hver maður ársins? Þetta við vorum að ræða þetta núna áðan við Hjörvar og það bara svolítið erfitt að segja hver maður ársins er. Ég að fara yfir fésbókina hjá okkur, FM 95 blöð fésbókina. Okay. Og þar fær Ásgeir Trausti ansmörg atkvæðum. Já, því að hann gerir góð lög. Já, gerir góð lög og... hann hérna með mörg atkvæði, það verður bara viðurkennast. Jón Jónsson að fá nokkur hérna líka. Þetta svolítið tónlistamenn hérna. Brjátbreki og Robin van Persie fá líka sín atkvæði hérna. Og Sverri Bergmann dettur hérna og fleiri. En enginn að velja þig mann ársins hérna? Jú, það dettur hérna líka. Og þú færð alveg, mér finnst bara aðsnarlegt að segja. Það samt gaman að vita að maður sé að því að maður gerir alltaf ráð fyrir á hverju ára að valinn maður ársins. Já, það er mér seitt sem sagði maður þjóðarinnar. Já, hann fær að læka það fljótlega. Heyrðu, en hvern myndið þú velja? Þetta erfið spurning, ég held ég myndi velja Guðna Bergs sem mann ársins. Hann bjargaði mannslífi, sko, hann var að ráðast þarna á mann með hníf og vera að stinga hann. Hann stekkur á hann og fórna sín eigin lífi til þess að bjarga manninum og það heppnaðist. Auðvitað vona ég að þetta séu bara svona viðbröð sem maður myndi gera sjálfur. En það er ekkert gefið, sko. Nei, auðmingin Auðun Blöndal. Ég var alveg líklegur til að segja bara ég sá þetta aldrei. Shortlistin hjá mér Ólaður Ragnar Grímsson. Hans stórkostlega endurkjör í sumar. Og virkilega þakklátt. Barack Obama var valinn maður ársins. Ég meina, og líka hann skildi hringi mig og biðja mig að koma í þáttinn, sko. Já, þetta grjót. Hann var alltaf prikk hjá mér fyrir það. Dorrit, fyrir bara að vera Dorrit, hún skemmtileg. Sko, mér finnst líka, þú veist, ég geta, ef ég var svona einlægt val, það var hugsanlega bara góðu vinur minn sem hefur lent í gríðalugum stormi á þessum ári og hvernig hann hefur náð að standa hann af sér. Það finnst mér svakalega, sko. Og ég held að það sé ekkert engin annar maður í Íslandi sem hefur myndið lifað þetta af, sko. Nei, ég er alveg sammála því. Þannig að fyrir mér er Ságæi maður ársins, en
Það var gaman að heyra hver maður ásins hjá hlustendum. Við skulum opna hér fyrir síman og sjá hvað fólk segir. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hver maður ásins að þínu mati? Ég segi að maður ásins sé Egill Einarsson. Egill Einarsson. Já. Hann fæði þitt atkvæði. Já. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Takk. Þess mátti gaman að geta að við verðum á morgun, 2 harðir, og þá Sverrir að fara að koma með rosalegt lag til okkar. Það She's Gone hérna með Stílhart. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hver maður ásins að þínu mati? Ég heldur mættu alveg ekki gleyma hana sundgurnum okkar sem skildi allir eftir í reikana á Ólympíuleikum. Já, reyndar. Er það ekki að djóka núna eða? Nei, Íslandsvalur. Já, auðvitað, sem vann hérna sem vann hérna fallara. Hann vann það ekki, hann fyrsti maður sem myndar reik í lauginu. Hann bara klára að rústa þessu. Það hárið rétt þeirra. Hann hérna, hvað heitir hann átt? Það stóluð með hvað hann heitir. Hvað hann heitir, sko. Ólympíumeistarinn? Já, en þetta er gott atkvæði, hann komið á blaðið, við ætlum að finna hérna út úr þessu. Takk fyrir þetta, Jónas. Ok. Það er ekki Margir eitthvað, Jóhann Margir, nei. FM 95 Blöð, góðan daginn. Jón Margir. Jón Margir komin á blað. FM 95 Blöð. Góðan dag. Góðan dag, hver fæði þitt atkvæði? Sverri Bergmann. Já. Takk fyrir þetta. Ég get lofa því ég ekki verið að kjósa Sverri Bergmann mann á sig þessu þetta. En takk fyrir að hringja. Já, bæ. Ok, það reyndar topp söngvari og topp vinur. Maður ásins, ég veit ekki með það. Jó, hann náði sér í glæsilega konu og að standa sér vel. Það reyndar, flott blata hjá hann. FM 95 Blöð, hver maður ásins að þínu mati? Ég segi Jón Jónsson. Jón Jónsson, já. Einhver sérstök ástæða? Hann bara svo skemmtilegur og semur góð lög og eitthvað. Það engin svona selupstælar í honum. Þarna erum við sammála. Já, þetta sjálfminnandi ungu drengur. Það verður bara að gefa honum það. Og hann komin á blað, takk kærlega fyrir það. Já. Ok, við erum að velja hér mann ásins og við skulum sjá hver fæði þitt atkvæði, kæri hlustandi. Ég ætla að segja Sveppi. Sveppurinn? Hann jána með Sveppi að sjálfsögðu. Hvað hefur Sveppi gert til að vera maður ásins? Hann gerir svo gott barnæmni. Já, hann sammála. Hann má hega það. Takk fyrir að ringja. Já, takk. Þetta einhver félagi hans þarna, FM 95 Blöð, góð dag. Ég ánægður með þetta atkvæði. Sveppurinn, brjátbreyki myndið veljum. FM 95 Blöð, hver maður ásins að þínu mati? Klárlega Brjátbreki. Brjátbreki. Hvað hefur hann gert á árinu svona sem að veldur því að hann skilja að vera maður ársins? Hvað gerir maðurinn ekki? Það er enda góða punktur. Það er toppnáðingi þar á ferð og takk fyrir að ringja. Við skulum sjá hér næsta FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, það er Gilsarinn klárlega. Gilsarinn fær þitt atkvæði. Klárlega. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir að ringja. Ok. Þýttum eiginlega að vera með sko bara í byrju fyrsta þættinum á nýjári 5 manna shortlista. Já, ég held að það sé best. Við skulum heyra samt í 3 viðbót, ekki? Tökum 3 viðbót og svo verðum við shortlista, þannig að þetta verður ákveðið hér eftir áramót. Það er rétt verð. FM 95 Blöð, hver fyrir á lista hjá þér? Það er Egill Einarsson. Egill Einarsson. Já, klárlega. Takk kærlega fyrir þá, takk fyrir að ringja. Ekki máli. Ok, Egill komið með smá fórustu þarna. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær maður ásins hjá þér? Herðu, mannstu ekki eftir gæjanum hann að fóra all ávöfnin og hann var svo eini sem... Já. Það var ekki að velja hann. Herðu, já, býtu, var það á þessu ári? Já, það ekki, það var ekki... Ég man eftir þessu, hann var í Kastljósinu og sagði frá sögu sinni þegar að menn fórust með honum í... Já, hvað var það áttur, Öti? Manstu ekki eftir þessu? Já. Máni, hvað þú sestu hérna, tiltu þér? Herru, ég veit nákvæmlega, ég finn nafnið á þessum manni. Þetta var alveg mjög snemma á þessu. Já. Þetta var svolítið svona keimlíkt sögunni af hún sundlaugi í Eyjum. Herru, takk hérlega fyrir þetta. Hann komin að blaða, pössu það. Já. Takk, og þá fáum við hér síðasta símtalið FM 95 Blöð, hver maður ásins að þínu mati? Maður ásins. Herru, fyrst að fara að tala tónlistamenn, þá held ég að Jónas Sig sé klárlega málið. Jónas Sig? Já, ég var nú rosa lægin hans hérna aðan. Það er ríkala flott. Nefnið mér mann sem getur haldið 18 yfir 200 manna tónleika í 100 manna bæ. Kvöld eftir kvöld eftir kvöld eftir kvöld. Það er þetta vel gert. Já. Já. Kannski Mercedes Club? Nei, ég veit ekki. Það er fáið sem getur þetta. Herri, já. Takk fyrir þetta, hann er komin að blaða. Já. Ok, takk. Við ætlum svo að fá úr þessu skori strax eftir áramót við Hjöppi. Þá eru konum með shortlista, en hinga eru mættir í stúdíói 2 grjótharðir. Það er Orrin og Máni. Strákar, hver er ykkar mati maður ásins? Hver er maður ásins? Æ, maður. Hvað segir Þorkell Máni?
Hver er maður ársins? Og réttu með ykkur ámynd, eða? Nei, ég er tómur, sko. Það Jóla Ragnar. Óla Ragnar fór krægin átlát kjósa þann líðskrumara. Ekki komið þetta í FM 95 blöð. Hér eru menn hress. Nei, Ólafur er toppmaður, en ég veit ekki alveg hvort hann hefur að maður ársins. Ég veit ekki hver á að vera maður ársins. Það á að vera einhver svona gæi sem er búin að vera rosa hress. Ég var alveg sammála gæðan hann bara með sundkappan. Sem bjargaði. Nei, já, sundkappan Jóhann Margeir. Já, Jóhann Margeir. Ég held að hans geti verið svona góðan ágæð. Þetta björgunarafrek sem við vorum að tala gerðist það á síðasta ári eða þessa ári? Var það ekki lók síðast ás? Já, þetta var alveg öðru hvoru með við áramótsminnum, sko. Mitt oft gleymist þessi janúar. Svo má ekki gleyma náttúrulega, sko, Guðna Berg sem náttúrulega bjargaði lífi. Guðni Berg líka. Hann geti komið til greina. Þessi maður sem fórnaði sér í svona, þetta er alveg maður, sko. En strákar, þið eru að fara að halda ekki ykkur hróðalega tónleika í kvöld? Jú, það er Xmas og gaman að þið voru að lofsyngja vin okkar Jónas og gaman líka að heyra því sem þið byrjar að spila Jónas og þú hefur komið því í gegn þetta um minn. Já, gaman svona einn og einn maður sem hefur áhuga tónlist því að byrja að vinna á FM 957. Þú veist, ég passa upp á þetta hérna. Ég er með puttan í þessu. Já, þú veist, með liðið sem hún valdi til að vera með þér í svona þættið og bjóst ég alveg við verðum bara að fara að hlusta á, hvað heitir hann, Pillbút og þetta drastlan. Þetta er ömurlegt stöf. En sko, hérna... Hverju verða á þessum gjaldþrota tónleikum? Jónas verður hérna. Jónas Sig verður hérna. Retro Steffsson verður hérna. Retro Steffsson, eiga þeir ekki leið? Let it all glow. Jú, svona hljómastyrka svona. Þú erum við með þetta hér. Retro Steffsson er geggjaband. Þeir eru geggjaband. Síðan erum við með Pétur Ben. Tilbury. Kiriyama Family. Ásgeir Trausti? Nei, hann er ekki. Hann er svo mikið að gera í honum eitthvað. Wow, þetta fyrir, ég ætla að skrifa þetta inn sem skitu, það var hann ekki. Já, en það var eiginlega ekki okkur að kenna. Hann var með tónleika náttúrulega með tónleika í gær hérna í höllinni. Hátt í höllinni? Fórst á það? Nei, ég mistaði, ég var að skemmta sjálfur. En varst ekki svolítið glaður með þetta? Með hvað? Með hvað gekk vel? Það voru 4.000 manns þarna og mennur að tala það jafnvel Einar muni borga fullt af listamennum, sprengja höllinni. Já, mér fannst samt dónalegt að skrifa svona á statusjómanni. Já, þetta er illa gert, ég er alveg saman. Já, það var kannski smá dónalegt. Á frekar að senda mennum svona bara message. Bara mail, þetta er frekar bara mail. Núna ertu á FM-máni, hér eru allir þessir og góðir. Þú mátt vera með þennan skít og X-inu. Já, sko, já. Við glemdum að nefna Dr. Spock. Já. Verðandi þingmaður í spandexskalla upp á sviði. Það er ekki okkur einn degi. Maður ársins í Jóngnar, það segir sér sjálft, ég er búin að finna út. Gott atkvæði. Ég veit ekki. Já, akkur er þessi maður ekki til. Maður sem berst fyrir mannréttindum, sko, út allt og notar, sko, embætti borgarstjóri í þessa hluti. Kemur í Obi-Wan Kenobi búning, sko, fram opinberlega, tekur þátt í, sko, gay pride ára eftir ár. Herri, þú mættur hérna að plugga og þú ert farin að tala um eitthvað alltaf. X-Mass er hann sem mikill útvarpsmaður, hann vill bara vera með. Herri, ég er bara að reyna að færa upp fyrir þess að fáu hlustendur yfir meðalgrund sem er að hlusta á þessu stöðu að þeir hafi fá eitthvað fyrir sín snúð. Þú ekki tala svona við hlustendur FM 957, sko. Þetta eru gáðastu fólki hlustur á FM. Já, það er vísu mikið til að góðu fólki sem hlustar. Hvar eru tónleikarnir X-Mass? Þeir eru í Austurbæ. Það kostar 977 krónur. Þetta eru góðgerða tónleikar. Eins og alltaf er hjá okkur. Við erum alltaf með eitt gott málefni. Hverja árum? Við gerum þetta núna í 14. eða 15. skiptið. Hvað er málefni núna? Málefni er núna til minningarsjóður sko Loft Gunnarssonar sem er garbaðingur. Dó hér á útigangsmaður, dó hér á götu Reykjavíkur og við erum svona að safna peningum þar fyrir útigangsmennir á þessa sem er tölur fjöldi á Íslandi. Hús fyrir útigangsmenn? Nei, við ætlum að reyna að nota þessa peninga til að kaupa frá almennileg rúm. Í gistirskilin? Í gistirskilin og það er ekkit rosalega góður aðbúnaður fyrir útigangsmenn á Íslandi og við mættum gera betur. Við erum efluð þjóðs og við getum gert miklu betur. Er ekki FM öll í þessu? Er ekki FM í einhverjum svona móðuteri í þessu leik? Jú, FM hjálpar. Hvað hérna, svona í lokin 1900 og hvað inn? 1977. 1977. Herru, veist hvað ég var að fatta? Hefði ég verið á X-inu, en ekki FM, þá þátturinn heitið X-i blöð blöð. Við vorum að fatta það en daginn. Já, það hefði verið gott nafn, sko. Það hefði verið rándýrt, en það Þú hefði fengið að koma þangað, en þú hefði þurft að skilja Egil eftir. Komið á lokun. Hann hefði viljað byrja þetta púlbitt og þetta ógeð. Hjá okkur hjálpa hér í dag, við þakkum hella fyrir hlustununa. Við verðum mættir hér á morgun við Egil eða Tveir Harðir og Sverrir Bergmann. Takk fyrir hlustununa og við ætlum að enda þetta á geggjuðu lagi með hljómsveit sem er einmitt að spila á X-Mass í kvöld. Retro Steffsson og lagið heitir Júlia. Hjöppi, takk hjá fyrir daginn og virkilega gaman að búin að fá Big Men og Campus aftur. Júlia
gagnamagn og snjalltækjanámskeið með völdum snjallsímum hjá Vodafone. Sagan Hobbitan loksins fáanleg aftur í íslenskri þýðingu Þorsteins Thorarensen. Ævintýrið tvímælalaust eitt af ástsælustu bókmyndaverkum 20. aldar. Sena. Game of Thrones, loksins á íslensku. Stórkostlegasti sagnabálkur síðari tíma. Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri. Ugla. Jólatjút á Hressó alla helgina í samstarfi við Viking og Jakob Steiner í Börn. Laugardagur, jólatónleikar Haf ásamt Kaleo og Pétri Ben. Þorláksmessa, Valdimar og Biggi Hilmars. Sjáumst á Hressó. Jólagrautur, jólaönd, jólafriður heim á lönd. Gleðileg Netto-jól. Harðir pakkar í GAP faxafinni. GAP.is. Ný geggjöð Jack & Jones jólasending var að lenda. Kíktu á okkur. Jack & Jones, Kringlunni og Smáralind. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott rautt rjómanissa? Bakað múffur hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það má segja að fólk sé að detta í hátíðarskap, helgin alveg að koma og já, þessi vinnuvika svona eiginlega á enda og þá má eiginlega bara segja að jólinn séu komin. 20. desember í dag og það búið að stinga 1000 manns í grjótið í Kína fyrir að spá fyrir heimsendi á morgun. En ég sá okkur Facebook status frá Nýja Sjálandi áðan, það komin nýr dagur eða 21. desember og enn ekki heimsendir.